Ég hafði séð þennan tímapunkt fyrir mér öðruvísi. Ég hafði séð fyrir mér að við værum saman í dómkirkjunni. Ég hafði séð fyrir mér að geta vottað samúð mína í persónu. Þess í stað geri ég nú í gegnum þessa upptöku öllum ykkur sem hafi misst úr sjálfsvígi votta ég innilega samúð mína. Öll hafið upplifað annan og sársaukafyllri tímapunkt, þann sem sárasta augnablikið opinberaði. Tímapunkturinn sem sýndi að það er ekki spurning hvort viðkomandi sé bróðir eða systir, móðir eða faðir, afi eða amma, vinur eða maki. Það er ekki spurning innistæðan á bankareikningnum, líkamlegt form eða einkunnir í skóla. Það er ekki spurning followers á Instagram eða like á Facebook. Það er ekki spurning að eiga allt eða ekkert. Frammi fyrir sjálfsvígum stöndum við og finnum hve vanmáttug og varnarlaus við getum verið. Eftir sitja sögurnar tímann sem hann varið saman. Það eru sögurnar sem þið þekkið, þið geymið áfram með ykkur. Upplifun okkar á tímanum getur verið eins og af sorginni. Hún er persónubundin, hreyfing. Ef til þekkið tímann sem líður eins og í móðu. Kannski hafið þið reynt að upplifa tímann líða svo óbærilega hratt eða jafnvel óbærilega hægt. Kannski þekkið þið tímann þegar maður veit ekki hvernig manni líður, veit ekki nákvæmlega hvað maður er að finna. Eða hafið mætt tímanum sem opinberar að sorgin felur ekki í sér eina tilfinningu, heldur svo óskaplega margar og þær geta virkað svo mótsagnakenndar. Depurðin og elskan, eftirsjáin og óttinn, reiðin og skilningurinn, vonleysið og þakklætið. En tíminn sýnir að ekkert okkar ætti að þurfa að bera þær tilfinningar sem við finnum, sama hverjar þær eru, ein. Tíminn opinberar hve mikilvægt það er að halda áfram að finna leiðir til að tala og tjá, til að halda áfram að spurja og segja frá. Kannski hefur tíminn sýnt þér hve mikilvægt það er að átta sig á muninum á einveru og einangrun. Kannski hefur mætt tímapunktinum sem sýndi að stundum verður maður bara að fá að horfa á einn þátt og hvílast og vita að það er í lagi. Kannski hefur mætt þér í stundu að vakna að morgni og mun ekki hvað gerðist og finna fyrir högginu þegar hugurinn mann. Kannski hefur mætt þeim tímapunktum þar sem þú þráir að tala þann sem þú hefur misst. Kannski hefur mætt stundunum þegar þú megnar það ekki, þegar orðin finna sér enga leið. Kannski þekkir tímann þegar þú náð að þræða nokkra daga saman og finnur að kannski getur þú komist í gegnum þetta. Kannski þekkir það að upplifa bakslag seinna, þegar allt hellist yfir þig aftur og þú áttar þig á því að þó við skynjum tímann svo oft sem línulega ferli, þá starfar sorgin ekki eftir þeim skilningi á tímanum. Sorgin er ekki línulega ferli, ekki ferðalag frá A til B. Tíminn hefur blessunlega kennt okkur að yfir sjálfsvígum eigi ekki að hvíla nein skömm, aðeins þessi djúpa sorg. Tíminn hefur kennt okkur að við verðum að gangast við okkur og það getum við aðeins gert í nútíð. Við horfum til fortíðarinnar og finnum svo margt. Við horfum til framtíðarinnar og finnum svo margt. En alltaf er það nútíðin sem við erum með í fanginu og verkefni okkar að mæta okkur þar sem við erum stödd. Nýverið las ég skrif eftir frænku mína, Maríu Vigdís Madsen, sem hreyfði mikið við mér og minnti á annað sem alltaf er í nútíð. Marí skrifaði eitthvað á þessa leið. Í sálfræði var áður fyrir talið að höggva þyrfti á bönd okkar við hinn látna, svo syrgjendur gætu haldið áfram. Sem betur fer sálfræðin nú orðin vitrari. Sorgarkenningar tala nú mikilvægi þess að halda tengslunum við hinn látna. Látnir ástvinir eru enn í vitundinni og því hluti af lífi þeirra sem eftir lifa. Ástin er ekki liðin tíð því ástvinurinn er látin. Ástmanns er í núinu. Þú elskar og það verður að vera pláss fyrir það. Kærleikurinn er alltaf í nútíð. Marí missti móður sína, föðursystur mína, Þóru Gestsdóttur, úr sjálfsvígi þann 8. september 1995.
Þegar ég spurði Mary hvort ég mætti vitna í orð hennar, bað hún mig aðeins um eitt. Hún bað mig að segja nafn mömmu sinnar. Að segja nafn Þóru, því við verðum að halda áfram að segja nöfn þeirra sem við höfum mist úr sjálfsvígi. Kærleikurinn alltaf í nútíð. Nú varir trú, von og kærleikur, skrifaði postulinn. Við getum mætt því í lífi okkar að þurfa að endurskilgreina trú okkar, hvar við finnum tilgang, á hvaða grundvelli við viljum byggja líf okkar, hverju við trúum sjálf okkur og aðra. Við getum mætt því í lífi okkar einnig að þurfa að endurskilgreina von okkar. Hvað vona ég fyrir sjálfa mig? Hvað vona ég fyrir fólkið mitt? Vonin getur verið að komast einfaldlega í gegnum þennan dag. Vonin getur verið heil samskipti í gegnum sársauka. Vonin getur verið að heiðra og halda minningunni á lífi. En kærleikurinn endurskilgreinir sig sjálfur. Hann varir og finnur sér leiðir, eins og lækja niður meðfram öllu, eins og bassatónarnir sem hljóma á bak við öll hin hljóðfærin og allar þessar tilfinningar sem grípa athyglina oft fyrst. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi og það getur ekkert gjaldfellt hann. Kærleikurinn alltaf í nútíð.